Sæl, í þessu þriðja erindi þá förum við frá Þingvöllum að Geysi. Skulum sjá hvernig það gengur. Svo við höldum ferð okkar áfram eftir Gullna hringnum og förum hér frá Þingvöllum og alla leið að Geysi sem er númer 10 hér á kortinu. Á leiðinu stoppum við hér á svæði sem kallast Laugarvatnshellar og skoðum það svæði. En það eru nokkur fjöll hér í kringum Þingvelli sem við skulum kíkja á fyrst, áður en við yfirgefum Þingvelli. Við sjáum þau hér á kortinu, þau eru reyndar Ármannsfell, Hrafnabjörg og Skjaldbreiður. Og við sjáum þau nú svona undir venjulegum kringumstæðum hér. Hér er semst Ármannsfell, Skjaldbreiður og Hrafnabjörg. Þetta eru mjög merkileg fjöll og marka hér fjallarhringinn á Þingvöllum og skulum aðeins að rappa þessi fjöll. Hér horfi ég til norðurs á Ármannsfell og þetta er auðvitað Móbergsfjall, trúlega 150.000 ára gamalt. Og það sem slær okkur strax er það að það eru greinilega mörg misgengi sem skera fjallið. Og þau sem við sjáum best hér, þessi 3 sem ég hef markað hér, þau hafa öll hallað til vesturs, en það eru auðvitað önnur misgengi sem hafa hallað til austurs líkt og við sjáum síðan á Þingvöllum, nefnilega Almannagjá til dæmis. Annað sem er dálítið merkilegt og vert að vekja athygli á er að Sleðaásgjá hér sem er hluti af Þingvallaþyrpingunni, hún gengur beint yfir í Ármannsfell. Og það er víða þar sem við sjáum svona lægðir í fjallinu, þar eru misgengi. Svo keyrum við aðeins í norður og þá blasir við, þegar við horfum í austur, raunskjöldurinn Skjaldbreiður. Þetta er dyngja og hefur mjög reglulega skjaldalögun eins og við sjáum hér. Dyngja rís í 1060 metra hæð yfir sjávarmáli. Hlíðhallinn er víðast svona 7-8 gráður og heildarrúmmálið 17 rúmkilometrar. Þetta er stór dyngja á íslenska mælikvarða. Trúlega er Skjaldbreiður eins og allar dyngjur á Íslandi mynduð sem er dyngja sem er mynduð í einu gosi, sennilega mjög löngu, sem hafa getið sér til að gosið kunni hafa verið allt að áratugir. Og dyngjurnar á Íslandi, þær fá kviku sína ekki úr grunnstæðum kvikuhólfum, heldur af miklu dýpi úr kvikuþró. Og þessar þrær geta verið á 10, 20 og jafnvel meira dýpi, 10-20 km dýpi og jafnvel meira. Og kvikan sem kemur upp er mjög heit, hún er frumstæð eins og við segjum og mjög heit og myndar hellurhraun. Og sum þessi hellurhraun eru 100 metra á þykkt. Ég vil vekja athygli á því að það eru líka dyngjur á, segjum, Hawaii og Galapagos og fleiri stöðum. Þær hafa sömu lögun og dyngjurnar á Íslandi en þær eru mjög ólíkar að gerð. Því þær eru allar megineldstöðvar og fá kviku sína úr grunnstæðum kvikuhólfum. Það eru megineldstöðvar sem lifa í 20.000 ára, 100.000 ára, jafnvel lengur. En gosin hér sem mynduðu Skjaldbreið og dyngjurnar á Íslandi almennt, þau eru gos sem verða bara einu sinni og þetta er dyngjurnar íslenskur allar myndaðar í einu gosi, það við vitum best. Nú þriðja fjallið sem ég ætla að rappa hér áður við yfirgefum Þingvelli er Hrafnabjörg. Hrafnabjörg er Móbergsstapi. Það er myndað í gosi undir jökli, trúlega 20.000 ára gamalt. Það er að segja myndað þegar að síðasta ísaskeið var í hámarki. Efst er Hraunhetta, þar fyrir neðan er auðvitað Móberg og svo kemur Bólstraberg hérna neðst. Þetta er klassísku Móbergsstapi. Og við vitum nú nokkuð vel hvernig slík fjöll myndast.
Og eina bestu upplýsingar það komu fram í gosinu sem myndaði Surtsey 1963 til 67. Það reyndar hafa orðið gos undir jökli síðustu áratugina, gjálft í Vatnajökli 1996 var frægt gos, en þar myndaðist ekki Mowbray Stapi. En í gosinu í Surtsey, sem myndaði Surtsey 63 til 67, þar myndaðist Stapi. Það gos var auðvitað í sjó og hér lítum við á svona seinni hlutar af því gosi þegar að hraunhetta hefur byrjað myndast hérna og það sem að skilur að kannski Stapa sem myndast í sjó og Stapa sem myndast undir jökli er að hlíðarnar eru miklu brattari á stöpunum sem myndast undir jökli. Það er vegna þess að jökullinn heldur að hlíðunum þegar að fjallið er að hlaðast upp en svo gerist miklu minna auðvitað í gosi í sjó. Reyndar eins og ég kem að í næsta erindi þá eru sumar hlíðar Stapa hér á landi að hluta til stýrðar af misgengjum. Það er þessi misgengi sem marka sumar af þessum bröttu hlíðum en ég kem að því í næsta erindi. Svo hvernig myndast þá Mowbray Stapar? Við skulum taka dæmi Mowbray Stapa sem myndast undir jökli. Ef við kíkjum fyrst hér á A, þá kemur gosið upp undir jöklinum og það bræðir jökulinn og það myndast vatn. Og þetta vatn er undir þrýstingi og í þessu vatni myndast fyrst bólstraberg. Þetta bólstraberg hleðst síðan upp og það þýðir það að vatnsdýptin minnkar. Og þá hér í B fer að myndast fyrst bólstrabrotaberg sem ég sýni nú ekki sérstaklega og síðan myndast gjóska eða aska að stórum hluta sem verður síðan að móbergi. Þegar síðan fjallið nær eða sérstaklega gosarásin nær upp fyrir yfirborð vatnsins þá rennur hraun og það myndast hraunhetta sem er raunverulega lítil dyngja á toppnum á fjallinu sem hefur myndast. Og síðan bráðnar jökullinn og þá stendur stapinn eftir. Nú yfirgefum við þessi fallegu fjöll og höldum í austur og vegurinn liggur yfir Hrafnagjá sem markar eystra jaðarmisgengi Þingvalla Sigdalsins. Og þessi flugmynd hér sýnir hluta af Hrafnagjá, hún er í heild sinni 11 kílómetra löng. Og hér sjáum við hluta þar sem að tveir sprunguhlutur eru að mætast, þeir reyndar hliðræðir sem sjá hérna þar sem að göngustígur liggur yfir, þar eru sprunguhlutarnir hliðræðir. Í heild er eins og ég segi 11 kílómetra löng og með mestu opnun 68 metrar og ef við miðum við sprungubarmana þá er mesta síið, mesta lóðrétta hliðrunin eða lóðrétta síið 14 metrar. Þessi tveir hlutar hér sem ég sýni ykkur til samans eru 1 kílómetra lengd og við sjáum hér bíla á veginum sem gefur ykkur svona hugmyndum stærðarhlutföllin sem við erum að kíkja á hér. Svo höldum við enn austar að Laugarvatnshellunum en áður við göngum með hellunum sjálfum þá skulum við horfa í austur, horfa í söður og sjá hérna þessa óvenju flötu dyngju sem er Lyngdalsheiði. Hún er mynduð á síðasta hlýskeiði, það er að segja fyrir svona 120.000 árum. Og það sem er svo óvenjulegt við þessa dyngju er hversu flöt hún er. Hlíðhallin er kannski 2 til 3 gráður sem er alveg sérstaklega lítið. Nú skulum við snúa okkur við og horfa þá til norðurs á hellana. Og ég vil fyrst segja ykkur smávegis þessi hella að þessi mynd var tekin fyrir 10 árum síðan og aðkoman hefur nú breyst verulega síðan það var, en auðvitað hellarnir eru eins og þú voru þá. Hellarnir sem gerður úr móbergi og móbergs bólstrabergi og bólstrabrotabergi sem kemur fram þegar ég geng hér upp litla gilskoru hér á eftir. Þetta er sjáð móbergi sem þetta brúna hérna og hellarnir eru hér inn í þessu móbergi.
Og gjóskan sem síðan breyttist í þetta móberg, hún verður til í sprengingum í Móbergsfjallinu þegar það hlaðast upp undir jökli. Og við skulum kíkja nú aðeins með því að fara til austurs lítillega hér í smá gil sem þar og skoða hvað við sjáum þar. Þar sjáum við lagskiptinguna mjög vel í móberginu. Lagskiptingin sérlega greinleg hérna og hvert einstakt lag hér orðið til í einni sprengingu og kornastærðin hún ræðst svolítið af því hversu kröftugar sprengingarnar voru. Eins og þið sjáið þá mikið þessu mjög fínkorna. Ef við kíkjum hérna á þetta, til dæmis þetta svæði hér, þetta berg hér, þá sjáum við þetta mjög fínkorna, en svo eru svo stærri mólar inn á milli. Skoðum nú þetta aðeins nánar. Það að segja, við erum að sjá mest mjög fínkorna móberg, en með miklu stærri móla inn á milli. Þessi mólar reyndar eru flestir brot úr bólstrum. Þetta mjög merkilegt að því leyti að við erum að sjá hér ákveðna stærðardreifingu. Og stærðardreifing þar sem flestir hlutir, þar sem hér kornin eða ferli eða atburðir eru tiltölulega smáir, en fáeinir mjög stórir. Slíkar stærðardreifingar nefnast heavy-tailed, sem við getum kallað langhaladreifing, sem reyndar nafn á fisktegund hér á Íslandi. Og þessar dreifingar eru mjög ólíkar þessari klassísku normalkúrfu eða bjöllukúrfu sem við sjáum hér sem að flesti þekkja nú vel. Svona stærðardreifingar, þessar langhaladreifingar, þær eru af mismunandi tagi, en ein þekktasta svokallað veldislögmál, Pareto, og ég sýni það svona gróft hér. Og þessi veldislögmál koma fyrir allstaðar í náttúrulegum ferlum og reyndar í mannlegu samfélagi líka. En ef við skoðum þá atburði og þau fyrirbæri þar sem þau eru mjög algeng svona veldislögmál, þá má nefna svo fyrst og fremst stærðir eldgosa, stærðir jarðskjálfta, stærðir skriðufalla, flóða og loftsteina. Það gríðarlegur áhugi í heiminum í dag meðal vísindamanna að reyna að skilja það hvað veldur svona veldislögmálum. Af hverju eru í stærðardreifingu flest fyrirbærin, flestir hlutir eða flestir atburðir tiltölulega litlir, en síðan fáir mjög stórir. Þetta hefur alveg gríðarlega þýðingu vegna þess að við lítum til svo eldgos, þá eru langflest eldgos lítil að tiltölum, en þau stóru, þau eru svo stórkostleg að þau geta sett alla okkar menningu raunverulega í hættu. Jarðskjálftar líka eru langflestir örlitlir, en síðan verða þessi stóru skjálftar sem valda gríðarlegum skaða og dauðsföllum. Þannig að þetta mjög mikilvægt atriði að reyna að skilja hvernig slíkar dreifingar verða til. En enn sem komið það var ýmsar hugmyndir komið fram hvernig megi skýra þetta, enn sem komið engin samfærandi skýring á því hvers vegna og undir hvaða kringumstæðum við fáum slíka dreifingu. Svo förum við aðeins ofar í gilskorningnum og þar blasir við sérlega fallegt bólstraberg. Eins og við sjáum þá eru sumir bólstrarnir hérna hjá minnisbókinni minni eða dagbókinni nokkurn veginn kúlulaga og hafa þess vegna svona hringlaga þverskurð, lóðréttan þverskurð. Og flestir þessi bólstrar eru svona 20 til 80 centimetrar í þvermál. Ef við mældum hérna frá þessu niður hingað, þá myndum við fá svona 20 til 80 centimetrar. Bókin mín er 15 centimetrar, þannig að þeir fá svona hugmyndum stærðinni hérna. En þessi langi hér, flati bólstur sem ég mældi hér, var með þvermál 1,5 metra. Af hverju eru sumir bólstrar svona flatir? Jú, það er vegna þess að þegar að bólstrabergið að hlaðast upp, þá verður auðvitað
þungi sem hvílir á neðri bólstrunum og ef þeir eru ekki alveg storknaðir, sem er mjög algengt, þá er ennþá frekar línir og fletjast út undan þunganum. Svo hér er nærmynd af sama bólstrabergi og við sjáum hér allmarga bólstra sem eru með hringlaga lóðrétt þversnið eins og við sjáum hér og sjáum hér. Og í bólstrunum eru oft fallegar stuðlasprungur. Þessi bólstur reyndar eru svolítið sérkennur í lögun, hann er nánast með þverskur sem er eins og þríhyrningur. Stuðlasprungunar, eins og við töluðum í tengslu við Þingvöll, þær byrja að myndast svona við 700 gráður. Ef þetta er, eins og hér er, basaltkvika með kannski upprunalegan hita 1200 gráður eða þar bil, þá myndu þessar stuðlasprungur fara að myndast við svona 700 gráður. Nú, kólnun er auðvitað hröðust hér við yfirborðið og þar byrja stuðlasprungunar að myndast og vaxa svo inn að miðju. Skoðum þetta aðeins nánar. Sjáum hér sérlega skýr bólstri hér með nokkurn veginn hringlaga lóðrétt þversnið og við sjáum vel að stuðlasprungunar eru hérna mjög skýra við yfirborðið og þær eru allar geislóttar. Það er að segja, ef það myndu þróast alveg inn að miðju sem ekki alltaf gerist, þá myndi það mætast hér í miðjunni og síðan með geislóttu mynstur út frá miðjunni. Því að kólnun er auðvitað hröðust eins og ég sagði við yfirborðið og þar byrjar að myndast og þróast svo inn í átt að miðjunni eftir því sem að hitastigið inn í bólstrunum fellur. Annað sem sést hér í þessum gilskorningi er að það eru sérlega skýr mót, lagamót hér milli hreins bólstrabergs sem er hér og bólstrabrotabergs sem er hér. Það er að segja þegar vatnsþrýstingurinn minnkar, þá hættir að myndast hreint bólstraberg og það verður svona smá sprengingar og fer að myndast bólstrabrotaberg. Og ofan á bólstrabrotaberginu þegar vatnsþrýstingurinn minnkar enn frekar fer síðan að myndast móberg sem er hér svona túff að mestu leyti. Lagamótið þar er ekki alveg skýr milli bólstrabrotabergsins og móbergsins en lagamótið hér milli bólstrabergsins og bólstrabrotabergsins eru sérlega skýr sem ég dreg hér með þessari gulu brotnu línu. Nú förum við frá stað 9 sem er jú hellandi sem vorum að skoða og bólstrabergið og förum alla leið upp að stað 10 sem er Geysir. Í næsta erindi fer síðan að Gullfossi og ræði hann en við skulum fara núna að Geysi og Geysissvæðinu. Menn halda kannski að goshverir séu mjög algengir en svo er ekki. Goshverir eru ekki mjög algengir á jarðhitasvæðum. Sá langfrægasti náttúrulega er Geysir og á enskri tungu er nafn á goshverum dregið af nafni hans. Geysir sjálfur gýst þú ekki oft núorðið en Strokkur sem er rétt hjá og við sjáum hér, hann gýs mjög oft kannski á 5 til 10 mínútna fresti svona venjulega. Og hér sjáum við fyrsta stigið í hans gosi, eftir síðasta gos hér undan áður ég tók þessa mynd, þá tæmdist pípan. Hér er síðan lækur sem ég ræði rétt á eftir sem var gerður til þess að lækka vatnsborðið og auka líkur á gosi. En eftir síðasta gos þá fyllist pípan aftur og það er stig A eða fyrsta stigið hér. Hún er að fyllast pípan. Svo förum við á næsta stig. Þá rís vatnsborðið upp hér í pípunni og myndar svona hálf kúlu og það þýðir að gos er það bil að hefjast. Og þriðja stigið, þetta er stig B eða stig 2 og þriðja stigið er svo gosið sjálft. Og hversu há verður gossúlan eða gosstrókurinn? Í svona venjulega 10-20 metrar eins og sjá hér en einstöku sinnum getur orðið 30-35 metrar. Það er mjög hátt gos en hér svona 10-20 metrar er mjög algengt. Og hvernig verða þá þessi gos? Það er ekki eins svona einfalt eins og manni kynna þetta í hug. Sko þetta byrja með því, þessar einföldu mynd sem ég teikna hér,
Það byrja með því að það verður suða á ákveðnu dýpi í pípunni. Og við suðu, þá náttúrulega verður hitnun og þá vex rúmmál vökvans sem í pípunni. Og þar sem pípan hefur rúmmál sem ekki getur breyst, ekki á þeim tímaskala sem við erum að tala allavega, að þá þýðir það að þegar að rúmmál vökvans vex, þá verður hann að lyftast upp í pípunni. Og þegar hann lyftist upp og eðlismassi hans minnkar, það að segja hann verður léttari því hann þenst út við hitann og það verður líka myndun á loftbólum inn í súlunni, inn í vatninu. Að þegar þetta gerist, þá léttir enn frekar á þrýstingi og suðan leitar þá neðar í pípuna. Þar síður enn frekar. Og það verður þá gos og þegar gosið hefst, þá þetta minnkar enn frekar vatnsþrýstingur í pípunni því vatnið fer upp í loftið og til hliðanna. Og suðan leitar þá enn neðar í pípunni þar til hún lokum fer alveg niður á botn. Og þá verður svona gufusprengingar og gufan skýst upp til yfirborðsins og oft með miklum drunum sem markar svona endan á gosinu. Sko, það eitt sem við erum að hafa í huga að þessi lækur sem var hér gerður, sést nú kannski ekki vel, sést núna vel. Þessi lækur var gerður til þess að lækka vatnsþrýstingin. Þegar lækurinn er gerður, þessi rauf er gerð, þá einfaldlega er vatnsyfirborðið lækkað sem gerir hvernum auðveldar að gjósa því að minni þrýstingu þýðir að suðan verður auðveldari og þetta var gert til þess. Annað sem menn hafa oft tekið eftir er þegar það er mjög kalt í veðri og sérstaklega vindur blæs, segjum norðaustan vindur blæs, kaldur norðaustan vindur blæs yfir svæðið, þá er miklu erfiðara fyrir strokk að gjósa og ástæðan auðvitað sú að vatnið er þá kaldara og sérstaklega nálægt yfirborðinu er kaldara þannig er erfiðara að ná upp suðu og þá getur liðið lengra á milli gosa heldur en þessar svona venjulegu 5 til 10 mínútur. Svo hér sýndi ég áðan og sýni hér aftur hvernig þessi pípa gæti litið út svona í mjög einfaldri mynd. Efst er þetta nokkurn veginn svona sívalningur, það er rétt, en neðar breytist sívalningurinn þannig að hann verður ílangur og ekki þá sívalningur lengur, pípan verður ílöng eða sporbaugs eða ellipsulaga og tengist að lokum við sprungur sem eru jarðskjálftasprungur sem færa henni jarðhitavatn. Og ég sýni síðan þetta allt saman bara á einfaldan háttinn sem uppspretta jarðhitavatns en sprungukerfið sem tengist jarðskjálftum, það færir auðvitað pípunni vatn og er uppsprettan en það líka stjórnar lektinni eða gegndræpi, það segja hversu auðveldlega vatn streymir berg. Það fer eftir auðvitað hversu mikið sprungukerfi er til staðar og þetta sprungukerfi hefur tilhneigingu eins í öllu jarðhitasvæðum til þess að fyllast af steindum, af segjum kristöllum, kvartsi eða geislasteinum eða öðru slíku og þess vegna minnkar lektin eða gegndræpi með tímanum ef ekki verði jarðskjálftar. Þannig að til þess að jarðskjálftar þegar jarðskjálftar verða þá aukaði lektina og eru þessum ekki að öllu leyti slæmir þeir viðhalda lekt í umhverfispípuna og jafnvel framkalla nýja sprungur sem eru þá vatnsleiðandi og hjálpa til við að valda gosi og viðhalda goshverum og það gerðist náttúrulega í jarðskjálftunum stóru sem voru á Suðurlandi í júní 2000, þá urðu stóri skjálftar í ræðum í seinni erindum, náðu stærð 6,6 og skjálfta áhrifin náðu alveg upp undir Geysi, upp á Geysisvæðið
og eftir það fór Geysi sjálfur að gjósa sem hafði ekki gosið að ráði í áratugi. En í dag sést hann ekki mjög virkur, gýs kannski nokkur sinnum á ári og þá ekkert mjög hágos. Við sjáum eitt hér, kannski ná 10 metra hæð eða svo. Nú, sagnir herma að á 19. öld hafi sum gosi náð alltaf 170 metra hæð sem náttúrulega gríðarlega hátt og það kann nú kannski að vera ofmat. Hins vegar það staðreynd að eftir Suðurlandsskjálftann sem ég nefndi, þá Geysi mjög virkur í nokkra daga og samkvæmt mati þá virðist sum gosin hafa náð alltaf 120 metra hæð sem alltaf gríðarlega hátt. En þetta þá tengist jarðskjálftanum, það er að segja jarðskjálftarnir auka lektina og hjálpa til við að viðhalda jarðhitasvæðum, bæði goshverunum og öðrum hverum sem þar eru. Semst núna hef ég fjallað það sem við áttum eftir að rabba í sambandi við Þingvelli og síðan Geysissvæðið. Í næsta erindi fer ég síðan að Gullfossi og þar ætla ég að ræða sérstaklega hvernig fossinn og gljúfrið hafa myndast og bendi sérstaklega á þetta að fegurð fossins að hluta til vegna þess að hann hefur þessi tvö stóru meginþrep sem hafa mjög ólíkar stefnur og rannsóknir sýna að þessar stefnur tengjast misgengjum sem finnast allt Suðurland og reyndar gljúfrið sjálft tengist misgengjum líka. Og með þeim orðum og vonandi að þið komið og horfið á erindið Gullfoss sem næsta erindi, þá vil ég þakka fyrir áhorfið.